Komið sæl og velkomin í Öryrkjaráðið. Ég heiti María Pétursdóttir og ég ætla að vera með ykkur hérna næsta hálftíman ásamt gesti mínum henni Hjördísi Ýr Skúladóttur. Velkomin Hjördís. Takk fyrir. Tilefnið að ég rakst á blaðagrein eftir Hjördísi á Vísi, eða sem sagt, vef blaðagrein, allavega P-merkið og ég tengdi mjög mikið við það, en við erum að berjast við sama sjúkdóminn við Hjördís sem kemur fram hjá allflestum með skertri göngugetu og ég líka með þetta P-merki. Ég bara einhvern veginn ég man ekki Hjördís fyrir hvað mörgum árum, ætli sé ekki bara 10 ár síðan eða eitthvað, þá var einmitt viðtal við mig í blaðinu út af P-merkinu og út af einhvern veginn því sama og þú ert að fjalla um. Og þú ert að fjalla um þarna að þú sem sagt ferð að nota P-merkið eftir að gangi gegnum það að þurfa bara að sætta þig við það að ok, nú er ég bara komin á þannig stað, sko. Og svo verður þú fyrir bara aðkasti. En ég ætla svona áður en að við kannski förum dýpra í það og þá langar mig aðeins að spyrja þig út í þína hegi. Hvað ertu búin að vera lengi með sjúkdóminn? Ég veit þess náttúrulega svo sem ekki nákvæmlega. Það veit það náttúrulega veit ég lengi hversu lengi maður er með sjúkdóminn. Ég greinist 2015 og það var bara, þá var það einmitt bara svona skert göngugeta, doði og annað sem að ég hélt að ég geti bara náð úr mér með bara meiri hreyfingu og vera betri heilsu en ég gat aldrei labbað meira eða hreyft mig meira. Þannig að ég fékk greininguna mitt árið 2015 og þetta virðist vera svona, fæturnir eru svona það sem að ef ég fæ köst eða ef ég verð slæm, þá er það sem að sjúkdómurinn leggst helst, það eru fæturnir. Hvað ertu gömul þegar þú ert að finna mest fyrir svo fara greininguna? Ég fæ 42 og ég taldi mig bara mjög heppna því að ég var orðin 42. Flesti greinast á aldrinum 20 til 40 með sjúkdóminn. Þannig að mér fannst ég vera alveg sjúklega heppin að hafa fengið þarna 20 ár eða 22 ár bara yes. Þannig að ég bara tók á ákvörðun að líta þannig á, reyna að fá smá políunum, að það veit hún ekkert af því þegar bankurinn hjá manni. En svo færðu hvað, spelkur kemur fram í greininni? Já, það er enda bara nýlega, sko. Ég er þarna greinist 2015 og held bara áfram í minni vinnu og þrjóskast svolítið áfram og þjösnast og bara ætla ekki að láta MS stoppa mig, sko, og geri allt sem að ég bara gerði áður og breytti og voðalega litlu. Ef eitthvað þá bætti ég bara við með mér í vinnu. Fór í rosalega spennandi starf ég kennari í grunninn og ég fór að kenna kennurum að nota tækni og tölvur og iPada í kennslu meira og þannig það fór bara ofan á bara hefðbundna kennslu og ég var með í innleiðingu og iPadum í Hafnarfjarðarbæ og þetta var ógeðslega skemmtilegu tími en svo gerðist það haustið 2018 þá bara svona banka, bara Hjördís, nú ertu komið með nóg, sko. Þannig að þá fór ég veikindaleyfi og var í veikindaleyfi og ég er búin að vera í veikindaleyfi 2 ár og er svo núna að byrja aftur að vinna og þá bara með skynsemina með mér í bakbókanum, ekki fullu starfi. Nei, ekki fullu starfi og ekki heldur bara það má ekki, maður getur ekki boðið, maður á bara eitt líkama, sko, það er bara, hann kemur ekki eftir. En þú ert með örorkulífeyri frá stéttarfélagi? Já, frá lífeyrissjóðnum. Nei, frá lífeyrissjóðnum fyrir ekki? Já, ég hef búin að vera, eins og ég fór í veikindaleyfi og nýtti mér þann veikindarétt því ég var búin að vinna svo lengi hjá hinu opinbera. Þá átti ég bara mjög langan og góðan veikindarétt og nýtti hann bara vel og reyndar tókum smá ákvörðunum ekkert smá risa ákvörðunum og flökkuðum Evrópu í heilt ár, eða 2 ár í rauninni. Þannig að ég nýtti mér það bara í bara dásamlega hluti. Þannig og var mjög duglegur reyndar líka bara reyna að styrkja líkamann á mér þá, bara fara að lyfta og bara vera dugleg í ræktinni til þess að bara styrkja líkamann til þess að vera undirbúin fyrir næstu bara átök.
og það skiptir rosalega miklu máli, sko. Já. Þú kom nú bara eitthvað COVID eitthvað, þá lokuðu allar líkamshættustöðvar og það bara svona, já, eins og allir þekkja, þá einhvern veginn bara fór allt einhvern veginn öðruvísi. En svo byrjaði ég að vinna aftur í haust og þá vildi svo heppilega til að ég hafði einhvern tíma sótt á Reykjalandi og fékk á sama tíma og ég að byrja að vinna, fékk ég inn á Reykjalandi. Og búin að vera núna og Reykjalundi má ég þakka fyrir, eða starfsfólkinu á Reykjalundi má ég þakka fyrir einmitt þetta. Ég kom með spelkur og allt í einu get ég bara labba miklu meira og miklu betur heldur en ég gerði áður. Ég fekk P-merki umtalaða einmitt í gegnum starfsfólk Reykjalundar og fyrir þeirra tilstöðuna þá sátt ég það. Og ég minnst þetta annað sem að ég bara svona farin að bæta mig við, ekki setja mig við, heldur bara taka á móti og þykja það sem hægt að nýta sér til þess að ég geti nýtt mér, til þess að auðvelda mér mitt líf. Nákvæmlega. Þannig að, já. Ég fór einmitt, var á Reykjalandi fyrir 2 árum síðan og maður var kynntur fyrir alls konar hjálpartækjum sem maður hafði einhvern veginn ekkert spáð í. Nei. Og sumt sem að maður svona bara tengdi við bara eitthvað þetta og bara eitthvað sem gamalt fólk með. Þú veist, eitthvað fall í sturtunni eða sæti við baðkarinu eða eitthvað. Já, sem bara samt þegar maður hugsar það, sko, þú veist, alveg svo hjúkrunarfræðingurinn benti mitt á, þú veist, það fullt að dóti til dæmis í eldhúsinu sem er kannski, sem að við notum sem eru hjálpartæki, þú veist, bara, sem að bara almenningur notar, bara sem dæmi bara, þú veist, svona svo að það renni ekki allt frá borðinu, svona mottur og eitthvað, þetta eru hjálpartæki. Já. Og en að því að einmitt, þú veist, stóll í sturtu, það heitir hjálpartæki, þá maður ekki fara að nýta sér eitthvað hjálpartæki, nei, sko. Ef þetta heitir bara, þú veist, stóll í sturtu, þú veist, já, sniðugt svona stól í sturtu, þú veist, þá, það þetta er svolítið skrítið. Já. Foreldrar mínir komu galvösk hérna í sumar og settu sko handriði meðfram húsinu niður útidyratröppurnar. Já. Og ég var búin að náttúrulega hugsa það lengi að því ég bara búin að þurfa að styðja mig alltaf við sko, það handrið öðrum meginn sko, en svo hef ég þurft að styðja mig við sko vegginn hinum meginn. Já. Og svona að fara eina tröppu í einu stund sumardaga sko. En einhvern veginn fannst mér samt rosalega erfið tilhugsun að setja þetta handriði. Já, þetta er nefnilega svo skrítið hvernig hugurinn er. Já. Það er alveg. Þú veist, maður er bara einhvern veginn, þá maður þar með maður einhvern veginn að viðurkenna það að maður maður er orðin verri og verður sennilega svona til frambúðar. Það er eitthvað svona. Já, þetta er svolítið svona. Og það var einmitt þetta með bæði með P-merki og spelkurnar og eitthvað sem að ég bara átti svolítið erfitt með að kyngja en og taldi mig ekki þurfa á að halda. En ef þú sérð mig labba eftir götu, ekki með spelkur og ekki með stafina mína, þá fer það ekkert fram hjá neinum, sko. Það er ekkert alveg í lagi með göngulagið mitt, sko. Þannig að. En þú leggur hérna í stæði, og við komum núna aftur á P-merkinu. Svo ég búin að vera að hugsa, sko, að því að mér fannst, sko, leið á þetta gerist, þá bara, ég varð svo reið. Ég legg semst í stæði, ég er búin að mana mig upp, ég er búin að eiga þetta P-merki, ekkert voðalega lengi, kannski 2 vikur eitthvað svona, það búið að fara heima og veskinu mínu og svona, var aldrei notað. Þarna þurfti ég á því að halda, bæði var ég, þú veist, þurfti bara á því göngugetu minnar vegna, þá þurfti ég á því að halda og bara þurfti að fara í miðbæinn og miðbæinn er náttúrulega eins og miðbæinn er ekki eitthvað að segja. Það er svo, núna er komið að því, nú er stóra stundir innun upp og bara, ég get þetta. Fer svo í stæði alveg bara, þú veist, og set merkið í bílinn, ég er búin að setja það í bílinn og finn bláa stæðið og legg í það og leið og ég legg bílnum í stæðið. Þá bara heyri ég bara og flauti virðist vera sko endalaust lengi og ég bara, hvað er í gangi? Og svo lítið til hliðar og þá bara sé ég bara illt augnaráð, bara hvað ert þú að leggja í stæði fyrir fatlað fólk? Já. Og ég bara líti á þau og bara einhvern veginn og svo gerist svona, þau sjá merkið. Já. Þá bara kemur fát og þau í bílnum og þau bara áfram og keyra og gefa alveg í. Flýja bara í rauninni. Bara flýja. Í staðinn fyrir bara beðast afsökunar einhvern veginn með látbragði eða eitthvað. Og svo sem sagt eftir þetta, og svo bara klára ég mitt erindi í bænum og bara, bíllinn var bara áfram þarna í stæðinu og ég labba út og eins og segi, það fer ekki á milli mála þegar ég labba út úr bílnum að ég þarf á þessu bílastæði að halda, þetta er ekki bara til loftið, sko. Nei.
Og svo þegar ég kem út í bíl og fer að hugsa þetta og svona líður dagurinn og þá hugsa ég bara, ég ætla að skrifa þetta frá mér, ég ætla að skrifa hans þetta, því mér finnst bara þetta eigi erindi við fleiri heldur en bara mig. Og mér finnst, og hin hliðin auðvitað svo, auðvitað náttúrulega frábært að það sé til fólk sem passar upp á það, að það sé ekki ykkur sem ekki hafa rétt á því að leggja í bílastæði fatlaðra fyrir fólk sem er fötlun. En þetta er svo þunn lína. Til dæmis bara þarna ef þau hefðu bara keyrt pínlítið lengra og séð merkið mitt. Ef þau hefðu bara, þú veist, talað við mig eða beðið þangað til að koma út úr bílnum eða bara, þú veist, við þurfum að vanda okkur svo. Og svo sést fötlunin náttúrulega ekki alltaf. Nei. Það líka eitt sem að bara fólk þarf alveg að, það ekkert allir sem að glíma við líkamlega fötlun, svo eins og kom fram þegar ég var búin að posta þessu og margir búin að hafa samband við mig og bara tengja vel við þetta, til dæmis eins og bara fólk sem að glíma við hjartasjúkdóma eða lungnasjúkdóma, það sem fólk sem er ekki að labba lengi. Þannig að þetta er ekki alltaf sjáanlegt, sko. Nei. Ég notaði, ég hef oft lagt í fallarstæði, sko, þegar ég hef verið með, sko, lömun í höndum. Þá hef ég ekki treyst mig til þess að bera til dæmis búðapoka langan veg. Þannig að, þú veist, það geta verið alls konar einmitt ástæður fyrir þessu. Já, ástæða fyrir því að ég fékk þetta einmitt núna var að ég á svo erfitt með að fara út úr bílnum. Já, svo, þú veist, og þannig að ofta það, þú veist, ég þarf alveg að lyfta fótunum mínum upp til þess að koma þeim út úr bílnum, þannig að ég þarf að lyfta þeim með höndunum, með handafli þarf ég að lyfta fótunum út úr bílnum og þá þarf ég að geta opnað vel bara bílhurðina. Akkurat. Og það er náttúrulega ekki hægt. Það er sjálft stæðið í rauninni, fyrir bílinn. Já. Þannig að en þetta var lífsreynsla og líka þetta var sko í fyrsta skiptið sem ég ætlaði að nota þetta og búin að manna mig upp í þetta og fá þessi viðbrögð, það var svekkelsi. En það er svo bara glata. Ég hef lent í mikið verri í rauninni atburðum með þessum. Ég hef lent í því að það hefur verið lamið í bílinn hjá mér. Það hefur verið barið í húddið. Og ég hef lent í því að koma út úr bílnum og það kemur manneskja hlaupandi að mér og alveg brjáluð yfir því að ég sé ekki hjólastól. Já. Þú veist, þá sá hún alveg merkið en sagði bara, þú átt ekki að vera með svona merkið, þú ert ekki hjólastól. Þú veist, það hefur orðið alveg, sko, alls konar. Þetta er svo sorglegt þegar þetta er svo mikil afskiptasemi og þetta er bara svo mikil óþarfi. Þetta er bara ofbeldi, þetta er ekkert annað. Þetta er eins og, gott orð sem hefur verið stundum notað kærleiksofbeldi. Já, kærleiksofbeldi. Já, ég veit ekki hvort ég fíla það orð. Þetta er svona, fólk ætlar að vera af æðislega góðum hug fyrir einhvern ákveðinn hóp og áttar sig ekki á því að það er í rauninni að beina reiði sinni og bara brjálsemi í garð þess sama hóps í rauninni, sko. Já. Svo er eins og með til dæmis okkar sjúkdóma. Við löbbum, sko, stundum eins og við séum svolítið drukkin. Jú. Það er svona, við erum með skert, mörg okkar, með skert jafnvægi. Og ég til dæmis er með skert litla heila sem kemur fram í jafnvæginu mínu. Og ég labba, sko, ég í rauninni labba mikið, og oft auðveldara með að labba ef ég svona strunsa. Ef ég labba svolítið hratt. Já, ok. Af því að ef ég fer að labba hægara, þá fer ég að verða meira völd. Skil þig. Þannig að stundum hef ég sko lagt í fallarastæði og svo strunsaði inn í einhverja búð. Já, lítið vel út, já. Og þú veist, til þess að bara strunsa það bara næstu búðakerfi sem ég get stutt mig við, sko. Já. Og þetta lítur ekkert voðalega vel út, sko. Nei. Og ég hef til dæmis lent í því líka að vera elt í gegnum heila búð af, sko, manni sem að bara var brjálaður yfir því að ég hefði lagt í þetta stæði og strunsaði inn í búðina. Já. Og ég sagði allan tíman við hann, sko, hann var á kassanum, sko, og var bara ennþá að lesa yfir mér þar, sko, og ég sagði kíktu í framrúðuna. Ég var alltaf bara hérna róleg og sagði kíktu í framrúðuna á bílnum. Hann alveg, það er ekkert merki þar og það var rosa dimmt úti, sko. Og ég á endanum tók upp síma minn
og tók hann upp. Þú sagði bara, ég posta þér bara á Facebook. Já. Og þú veist, ég varð að fara í einhvern veginn svona, svo fór ég út í bíl og sótti fatlarapassan og bara rak hann framan í hann, sko. Og þá baðst hann afsökunar. Já, ok. Þá einhvern veginn þegar hann vissi að ég var komið með mynd á honum og geti farið að posta honum á Facebook og eitthvað, að þá baðst hann afsökunar og segir mér að hann hafi átt mjög fatlaðan son og þetta sé honum mjög mikið tilfinningamál. Þú veist, það hefði, hvort hann var látinn eða eitthvað svoleiðis. Og þau hjónin séu alltaf einhvern veginn á varðbergi fyrir þessum fallarastæðum af því að þau hafi svo oft fundið fyrir því að það hafi verið lagt í þau, fólk sem ekki var að passa. Já, en þetta er svo fín lína, sko. Þarna hefði þessi maður náttúrulega bara, sko, átt að, bara, ef hann ekki sér merkið, þú veist, að þá kannski spurja mig. Það er nefnilega sakar ekkert að spurja, sko. Það sakar ekkert að spurja. Og ég held að við myndum aldrei taka því eitthvað illa. Nei, alls ekki. Og mitt þetta með, sko, ég til dæmis líka, ég gerði eitt bara, ég keypti mér svona samanbrjótanlegan staf. Já. Að ég mitt líka eins og þú á svolítið erut með, jafnvægi getur verið svona og svona. En stundum maður bara líka, ég tek upp stafinn bara til þess að fólk átti sig á því, þú veist, þetta er ekkert grín, sko, þú veist. Þetta er alveg, ég ger þetta ekkert bara þetta einhverju djóki, sko. Nei. En sem er samt líka svo, sko, ömurlegt að þurfa að samt, sko, þurfa að gera það. Já. Þurfa einhvern veginn, ok, ég þarf nú kannski að gefa til kynna að ég þurfi... En ég var glöð eftir að skrifa þessi grein, það var náttúrulega bara í gær, sko, þannig að En þessi pistill rataði mjög víða og fullt af fólki sem að tengdi við og deildi og hafði samband við mig og bara þakkaði fyrir að ég skrifaði þetta. Já. Þannig það er greinlegt, þetta er alveg þörf áminning, sko. Þetta er alveg mjög þörf áminning og ég held nefnilega að þetta sé, sko, það er þörf á að minna á þetta alltaf reglulega. Já. Bara, þú veist, við erum með þennan hóp sem að að vakta stæðin sem eins og þú segir, alveg, þú veist, það er alveg gert að góðum hug og það er alveg vel, skilur, en svo þarf fólk líka aðeins að hugsa lengra kannski. Já, og einmitt þetta, bíða þessa eina mínútu sem er kannski, einmitt, já, ok, hún er með, já, þetta er í lagi, já, þú veist, bara, æs okkur ekki. Já, einmitt, nákvæmlega. En alveg svo ég tók ekki niður númerið á þessum bíl og ég ber engan kala til þessa fólk sem sat í þessum bíl þannig, sko. Nei. Það var margir sem spurði, tókst ekki niður númerið? Ég bara, nei, þú veist, mér er alveg sama. En það er fullt af öðru fólki sem bara, ok, núna bara, já, það eru fleiri og bara tökum þetta öll til okkar. Já. Akkúrat. Heyrðu, já, ég vona svo sannarlega að þetta einmitt, þessi umræða, mér fannst erfitt þegar Ómar Ragnarsson fór á svona, fyrir nokkrum árum, ég veit ekki hvort þú manst eftir því, þú náttúrulega kannski varst ekki byrjuð að glíma við þetta þá, eða hvað, það eru örugglega það mörg ár síðan. Þegar Ómar Ragnarsson fór að taka myndir af fólki sem var að leggja í fallarastæði og svona, mér fannst það allt og langt gengið. Nei, ég man ekki. Og mér fannst það skaðlegt í rauninni fyrir mörg okkar sem erum ekki með sýnilega fötlun einmitt. Já. Þannig að en þetta er svona, þetta er eitthvað sem þarf alltaf að vera að tala um og minna á. Já, algjörlega og einmitt að svo þessi fötlun er ekki, hún er ekki alltaf, við sjáum hann ekki. Nei, við sjáum hann ekki og svo finnst mér líka svo gott í þinni grein að því það kemur í rauninni svo, þú segir frá því einmitt að þú ert að mana þig upp í að leggja þarna, skilur við. Af því það er líka, þetta er skref fyrir okkur að nota, við erum ekkert að gera það gamla okkar. Nei. Þú veist. Og ég hugsa mig til dæmis alltaf ég meina núna þegar ég er að leggja, þú veist, er stæði nálægt, ég legg alltaf í annar stæði ef ég sé laust. Og svo hugsa ég mig alltaf ok, þarf ég þetta stæði núna? Eða get ég það er svo sem alveg eins sem ég hugsaði. Þetta er eitthvað sem að því ég er það heppin allavega en þá, að þurfi ekki alltaf að nota það. Og þá sjálfsögðu, ef ég er þannig stemd, ég get labbað, ég get farið sjálf, ég get lagt í venjulegt stæði, þá ger ég það. En það er bara ekki alltaf. Það er nefnilega ekki alltaf, einmitt.
Herðu, en þakka þér fyrir þetta. Er eitthvað að lokum sem að þú vilt? Nei, bara, þú veist, ég ætla ekki að láta þetta stoppa mig í þessari frábæri framþróun sem í gangi í hausnum á mér, sko. Þegar það er viðhorfsbreyting í gangi hjá mér, gagnvart svona hlutum eins og bara hjálpartækjum og bara svona hlutum sem að hjálpa manni í gegnum sjúkdóm eða föllun. Þannig að ég ætla bara frekar að nota þetta sem smá bara jákvæðan póst. Það er venið því. Frábært. Takk fyrir að taka viðtal. Takk fyrir að bara koma til okkar, Hjördís, og bara gangið vel. Takk sömuleiðis. Og ykkur áhorfendum þakka ég fyrir áhorfið og minni á rauða borðið sem er hér yfirleitt á Samstöðinni á hverju kvöldi. Svo sjáumst við bara næst. Takk.